Góðan daginn, ég heiti Natasha. Ég með þessa bók í ár. Hún heitir Mara kemur í heimsókn og hún systur fyrstu bókar mínar sem heitir Máltaka á stríðstímum sem kom út fyrir 3 árum síðan. Og hún fjallar heimkomu til Rússlands eftir langa fjarveru og aðstæður þar meðal annars. Og ég ætla að lesa 2 ljóð. Og fyrsta ljóðið heitir Hryðjuverk. Við mæðgur erum að horfa á sjónvarpið. Pabbi kemur inn og tilkynnir okkur að vopnaðir menn hafi skotið á fólk í tónleikasal. Ég sæki símann og googla. Mamma horfir áfram á kvikmyndina, hreyfingarlaus. Myndir af árásarmönnum, hlaupandi fólki, logandi byggingum. Ég kveiki á VPN og fer á Facebook til að merkja mig örugga. Skrolla í gegnum nýlegt neyðartilvik, atburði allan heim. Eldsvoða, skriðuföll, flóð, storma í Bangladesh, Ekvador, Indlandi, Kanada. Hvergi minnst á hryðjuverkaárás í Moskvu. Ég skoða íslenska fréttamiðla, lóan komin. Dagur í maí. Það snjóar á meðan forsetavígslan fer fram. Aðeins 13% tilviljun en 87% ógæfa. Ég læt renna í bað, sekk ofan í heitt vatnið, skil bara nefið og lokuð augun eftir, svo ég heyri ekki talið úr sjónvarpinu inn í eldhúsi. Bara básuna hljóð ná undir yfirborðs vatnsins, en það augljóst að hann sem má ekki nefna kominn aftur. Ég dreg andan, sekk til botns, Mayday, Mayday. Takk fyrir.